Já, hjá mér sestur Þórólfur Matthíasson, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands. Velkomin. Takk fyrir það. Mér langaði aðeins að halda fram að ræða með laxamálin sem ég byrjaði á að ræða í gær hérna með hana Auði. Aðeins frá samt, ég taka þetta hérna aðeins 3 daga í röð út frá sikkur í sjónarhorninu. Þannig að mér langar aðeins að tala við þig greinina sem að birtist á dögunum, sem að þú og hvað Óla Flóten og Anders Skonhoft skrifið og eru í rauninni að gaggrýna grein sem að birtist í Noregi eftir Ragnar Árnason og Trond Björndal. Já. Og í dagblaði Klassekampan eða Stéttabaráttuna. Rétti það. Já. Segðu mér aðeins frá greininni sem að þeir skrifa. Þeir eru í leigupennar í rauninni, eða hvað? Já, ég veit ekki hvaða orð á að nota yfir það, en Sjömat Norge sem að er samtök laxeldis fyrirtækja í Noregi, fengu þá til þess að skrifa skýrslu, keyptu hjá þeim skýrslu sem sagt, eða fyrirtæki sem að ég held að Ragnar sé eigandi að, en höfundarnir eru þessir 2, og markmiðið með þeirri skýrslu var að andmæla rökum sem hafi komið fram í opinberri greinagerð sem að ríkisstjórn Ernu forsætisráðherra þáverandi hafði beðið kosti og galla og alla anga þess að setja á auðlindagjald í norsku laxeldi. Ástæðan fyrir því að menn velta þessu upp eru margþættar. Það var tiltölulega nýbúið að gefa út skýrslu skattlagningu í Noregi eða skattlagningu yfirleitt, hvernig ætti að standa að því að afla ríkissjóði og sveitasjóðum tekna, hvort ætti að nota til þess persónuskatta, vöruskatta, auðlindagjöld, umhverfisgjöld og svo framvegis. Og þá raða menn þessu svona svolítið út eftir því hversu mikil óæskileg áhrif skattheimtan hefur á framleiðslustarfsemina. Og niðurstaðan úr því hún er löngu þekkt sú að auðlindagjöld eru með aðal þeirra skattategunda sem að minnst áhrif hafa á hvað þú að segja skilvirknina í hagkerfinu. Réttara sagt, tiltölulega lítil áhrif. Bestu skattarnir eru umhverfisgjöld vegna þess að þeir leiðrétta slæmarhluti og síðan koma sem sagt þessi auðlindagjöld og síðan getur farið og raðað sköttum eftir því hversu mikil áhrif skattheimtan hefur á atferli einstakra leikenda í hagkerfinu. Þannig að þetta er bakgrunnurinn. Annað atrið í þessum bakgrunni er skattheimtan sem að þegar er beint að auðlinda starfsemi í Noregi, það er að segja að olíuvinnslinni. En þar háttar svo að norski olíusjóðurinn, hann fær 70% af, eða ekki olíusjóðurinn sjálfur, en sem skattheimtan er svona cirka 70% af nettótekjum af hagnaði í olíustarfsemi á norska landgrunninu. Þannig að það er tekin mjög hár skattur, menn hafa vandað sig mjög við þessa skattheimtu og það er samdóma álit allra þeirra sem að þessu koma að þetta hafi ekki mikil skaðleg áhrif á starfsemina, ef nokkur. Já, þannig að
þannig að það í rauninni komin reynsla og góð reynsla hjá þeim á þetta auðlindagjald hvað varðar olíuna. Yes. En það ekki, hvernig eins og með bara sjávarútvegin almennt? Þar hefur þetta verið í umræðunni, það hefur ekki tekist að koma því á þar, þannig að þetta verður svona fyrsta skrefið þar. Já. En hins vegar að þá samskonar auðlindagjaldi beitt í raforkuframleiðslu. Þannig að framleiðandi raforku í Noregi greiða auðlindagjald til ríkis og sveitafélaga. Og reyndar það svo að það eru sveitafélagin sem að eru að stórum hluta til eigendur raforku fyrirtækjana en ekki ríkið eins og hérna. En þó að það sé nú blanda. Já, einmitt. Þannig að, einmitt. En þið gagnrýnið síðan í greininni líka, þið gagnrýnið svona út frá ýmsum áttum þessi skrif þeirra félaga, bæði varandi röki sem þeir nota og svo eins líka bara að í rauninni að vísindamenn síðan taka sér hagsmunagæslu. Rétti það, þarna árið 2018-19 að þá kemur sem fram þessi skýrsla sem að nefnd mjög færra, sem að eru mjög færir vísindamenn sem að sitja í íslenskir hlustendur kannast nú kannski ekki við þessa menn þannig ég skal nú ekki telja eða þetta fólk, bæði karlar og konur ég skal ekki telja það upp hérna en þarna fólk sem að ég ber mjög mikla virðingu fyrir og meðal annars gamall kennari minn sem að við höfum oft fengið til þess að vera í kringum doktorsnám hjá okkur. Já. Þannig að þetta fólk sem að hefur bera mikla virðingu fyrir. Þeir leggja fram þessa skýrslu þar sem að þeir leggja til að það verði lagt á auðlindagjald í laxeldinu, telja fullt tilefni til þess og að það sé skattheimta sem að hafi ekki skaðleg áhrif á starfsemi greinarinnar ef að hún rétt ef að reglurnar eru setta fram með réttum hætti. Nú, en samtök framleiðanda eða laxeldis framleiðandana þau sem sagt berjast gegn þessu af oddi og egg, kannski eðlilega og sem sagt þeir eru þá að kaupa til sín álit hagfræðinga sem að þeir geta stilt upp á móti þessum hópi sem að ríkisstjórnin fékk til þess að stilla dæminu upp upprunalega og þeim varð talsvert ágengt í upphafi og svo núna á haustdögum að þegar að Úkraínustríðið kemur með og í kjölfarið á COVID að þá sjá menn fram á svona aukna, þá hafa normenn svona tvenns konar val, annarkvort að fjármagna ríkissjóð og sveitasjóðina meira með samtímatekjum eða taka fé út úr olíusjóðnum. Það vilja þeir ekki gera nema því marki sem að ákveðið með fyrirfram ákveðinni reglu og þá liggur þetta fyrir að finna nýja skattstofna og Jónas Gahr Støre forsætisráðherra og samstarfsflokkar hans og fjármálaráðherrann núverandi, þeir leggja mikla áherslu á það að nota þessa aðferð við skattheimtuna og það þá í þessari annari umferð tilrauna til þess að koma á auðlindagjaldi í laxeldinu sem að þeir félagar koma inn á ritvöllin og skrifa grein gegn áformum ríkisstjórnarinnar og rökstyðja það með sömu rökum að þeir nota í fyrstu skýrslunni en þegar að þeir skrifa þetta að þá láist þeim að geta þess
og segja lesendum Klassekampen frá því að þeir hafi þegar þegið fé frá laxeldis fyrirtækjanum fyrir að koma hósta upp þessum röksemdum. Og þannig að þetta bara spurning heiðarleika að segja frá, og það nú þannig til dæmis í læknisfræði, rannsóknum, lyfjarannsóknum og öllu þess áttar ef að menn taka sér til og birta greinar upp úr rannsóknum sem að þeir hafa fengið greiddar hjá lyfjafyrirtækjum að þá þykir það nú svona skemmtilegra að þið segi frá því þetta bara almenn krafa í vísindasamfélaginu að menn segi frá hafið þeir einhvers konar fjárhagslega hagsmuni tengda því sem að þeir eru að úttala sig Já, en þeir gagnrýnir líka að þeir skýra alls konar hluti kannski svona á annan hátt eins og bara ofurhagnaðinn í laxeldinu í Noregi með öðrum hætti heldur en aðri hagfræðingar gera. Já, það náttúrulega liður í því að þeir eru að smætta þennan hagnað og láta eins og hann sé eiginlega engin en hann umtalsverður og á margan hátt að þá laxeldi í Noregi ákaflega forvitnileg atvinnugrein. Þetta atvinnugrein sem að framleiða 1,3 milljónir tonna af fiski á ári og á móti hvað við erum með einhver, það álíka á alla fiskveiðar, loðna og allt saman við Íslandsstrendur, en það lax. Og þetta eitthvað 5, íslenskur, þetta eitthvað 5-6 meira heldur en þorskafli Íslendinga ef við berum það svona saman við eitthvað álíka. Og þetta vaxið úr næstu í engu upp í þessa stærð og skýrslan sem með hópurinn sem að Ragnar Trond voru að mótmæla lagði fram, hún fer það mjög miklar upplýsingar í þeirri skýrslu og þá sér maður til dæmis að einingakostnaður, kostnaðar á hvert framleitt kíló hefur lækkað mjög mikið á þessum árum frá 1970 þegar þetta byrjar svona 1980-1990 sem þetta fer að vera að stækka svo litið og fram til dagsins í dag. Þá hefur kostnaðurinn lækkað ævintýralega mikið og það náttúrulega hluta til byggt á rannsóknum sem eru kostaðar á opinberu fé en ekki af fiskeldisfyrirtækinu þó þau komi vissulega að því einnig. En maður sér líka sko ef samsetning á einingakostnaðinum skoðuð að þá þetta eiginlega bara orðin fóðurkostnaður og það óhjákvæmilegt að hann sé þarna til staðar og það segir okkur það að það verður ekkert miklu lengra gengið í því að lækka kostnað þarna á einingu heldur en orðið í norsku laxeldi. Enda eiga þeir orðið hlutdeild í laxeldi bæði í Færeyjum og Kanada og einhverju marki í Bretlandi líka. Og svo eru þeir hér náttúrulega með sjókvíeldið og það. Nákvæmlega en málið það að þessi starfsemi byrjar í Noregi vegna þess að náttúrulegar aðstæður eru þar mjög góðar. Þú ert með firðina á Vestur-Noregi og Norður-Noregi af þessu marki sem að eru djúpir og mjög skjólgóðir. Það gott innflæði af súrefnisríkum sjó og það þetta sem að skapar þessar náttúru aðstæður sem að
eru ekki til staðar annars, að til dæmis í Færeyjum að þar hafa menn verið að stunda laxeldi, en það er búið að fylla öll svæði sem er hægt að nota. Það er ekkert hægt að auka við laxeldið í Færeyjum vegna þess að það er allt komið í notkun. Öll svæðin sem hægt er að nota. Þannig að það er ekkert, síðan eru menn með svæði á bæði vestur- og austurströnd Kanada, þar sem að laxeldi á sér stað, Síle, þar hafa menn lent í vandræðum, sérstaklega út af sjúkdómum. En þessar náttúrulega aðstæður þar sem að hægt er að stunda laxeldi eru ekkert rosalega margar, sko. En hagnaðurinn í Noregi hefur verið sveiflukendur, en á síðustu árum hefur hann verið mjög mikill og hluta til tengist semst aðganginum að þessu mjög hagstæðu framleiðsluaðstæðum, að hluta til tengist að því að fyrirtækin og stjórnvöld í svona takmarka hvað framleiðslan er aukin mikið og Noregur ræður yfir helmingnum af allir framleiðslu í heiminum af vatnlandslaxi og með því að minnka framboðið þá geta en hækkað verðið. Já, einmitt. En það er svona samþjöppun í þessari grein eins og bara eins og í bara sjávarútveginum. Já, hún er sennilega mun meiri þarna heldur en í sjávarútveginum. Það ég held að 4 eða 5 stærstu fyrirtækin séu með, býtum við, ég er nú með þetta hérna einhver staðar. Já, 4 stærstu fyrirtækin eiga 50% af framleiðslugetunni. En árið 1990 þá áttu 10 stærstu fyrirtækin 8%. Já, þannig að það er rosalega svona hraður. Já. Og samþjöppun. Síðan hefur líka stöðunum fækkað úr 1500 í 1000 þar sem að framleiðslan á sér stað. Þannig en það er orðin mjög mikil samþjöppun og þetta eru meðal stærstu fyrirtækja Noregs. 7 stærstu fiskeldisfyrirtækin eru á meðal 50 stærstu fyrirtækja í Noregi, þannig að það segir sitt hversu stórir aðilar þetta eru. Og sem sagt þeir eru að framleiða 5-6 sinnum meira af fiski heldur en botnfiskframleiðslan hér á landi. Já, einmitt. Já. En hvernig getum við eitthvað borið saman eða dreigið einhvern lærdóm af því sem er að gerast í Noregi við það sem við viljum sjá kannski, eða svona það sem sumir vilja sjá gerast hér? Já, það er náttúrulega er margháttað lærdóm að hægt að draga af því. Í fyrsta lagi þá eru þessi fyrirtæki náttúrulega orðin mjög stór núna og þessi norsku fyrirtæki þau voru komin hér inn talsverðafli sem að þýðir það og þau hafa umtalsverða þekkingu á öllu sem að snýr að fiskeldinu. Þannig að það er mjög auðvelt fyrir þá sem að koma að stjórn þessara mála að láta fyrirtækin ráða för vegna þess að þau sérfræðinga fyrirtækjana vita meira allar hliðar fiskeldisins heldur en fulltrúa ráðuneyta og umhverfisstofnana og annara. Þannig að ef að Íslendingar ætla að stjórna uppbygginguna á þessu og hvaða stefnun tekur, að þá er náttúrulega full ástæð til þess að menn séu sér meðvitaðir þetta og byrja á því að efla þekkinguna hjá eigin stjórnsýslustofnunum. Það er kannski fyrsti lærdómurinn. Annar lærdómur er kannski sá að það sé full ástæða til þess að byrja hér
með gjaldtöku þó ekki sé nema til þess að bremsa þróunina aðeins þannig að við lendum ekki hér í enn einu refar ævintýrunni eða það var nú tilraun gerð til þess að stofna til fiskeldis og laxeldis hér 1980 eða þar bil og það kostaði nú margan sviðin bankareikningin og talsvert töp í bankakerfinu þannig að sporin hræða hvað það varðar þannig að það full ástæða til þess að láta þróunina ganga fram ekki hraðar en það að stjórnsýslustofnanir og almenningur fylgist með því sem er að gerast og vakna ekki upp við það. Já, vakna ekki upp á vondan draum. Vondan draum, einhver tíma þeirra búið að fylla alla firði af netadrasli. Akkurat, einmitt. Þú einmitt gagnrýndir Svandís Svavarsdóttir matvælaráðherra skipaði nýverið 4 starfshópa til að greina áskoranir og tækifæri í sjávarútveginum. Hvað þú þetta var hvað fyrr á árinu var þetta bara. Já. Og þú þá gagnrýnir val ráðherra á því fólki sem skipar starfshópana. Já, það var ekki mikið gagnrýni raddir þar kannski þó að þær séu svo sem þarna gagnrýnir einstaklingar þarna inn á milli en mér sýndist að það væri svona verið að forðast að menn og konur hefðu alltof hvað þú að segja gagnrýni verðar skoðanir. Já, einmitt. Já, þetta er ekki starfshópur skipaður af vísindamönnum í rauninni kannski? Nei, nú er nú svolítið liðið síðan að ég skoðaði þetta en sko það við erum nú svolítið hópur sko sem að fyrir 10-15 árin síðan lögðum til að það yrði farið í samfélagsmat á afleiðingum kvótakerfisins. Já. Og svona svipað umhverfismat er framkvæmt svona eftir á samfélagsmat vegna þess að það var ekki gert fyrirfram. Það nú krafa í bandarískum rétti til dæmis að áður en að menn taka svona stórkostlegar ákvarðanir eins og kvótakerfi eða eitthvað þess að þá sé reynt að greina fyrirfram hvað áhrif það hafi á samfélög og efnahag og svo framvegis. Og við vildum að það væri farið í slíka vinnu og okkar tilmæli voru bara hundsuð og mér sýndist að það væri svona áframhalda þeirri hundsun sem að kom fram í þessari nefndarskipun en ég skal svo sem ekki gefa mig fyrirfram að það geti ekki komið eitthvað gott út úr því en það var kannski svona svo litið að stóru útgerðarfyrirtækin hérna eru orðin svo stóra þau stjórna umræðunni og segja ráðherrann hvar hann á að sitja og hvar hann á að standa sem var orðið að dálítið brútalt. Já, einmitt. Akkurat. Þannig að þetta lofar ekkit góðu allavega, svona það sem við erum að sjá. Já, við skulum segja að fyrirfram að þá býst ég ekki við neinum stórkostlegum tíðundum úr þessari vinnu. Ég lít á þetta sem biðleik fyrir ráðherrann sem að er í ríkisstjórn þar sem að ekki má taka á málum sem að snerta gjaldtöku sérstaklega í sjávarútveginum en já, það ég tel að það skipti talsvert miklu máli að mörgum ástæðum, meðal annars þessum ástæðum sem að ég nefndi í upphafi með að gjaldtaka í auðlinda atvinnugreinum að hún er mjög hagkvæm gjaldtaka, getur losað hagkerfið undan kostnaðarsamari skattheimtu. Bara það eitt aukin skilvirkni í hagkerfinu er bara sjálfstæð ástæð til þess að nota auðlinda
gjöld og það sjáum við þá frá olíuiðnaðinum í Noregi. Norski olíusjóðurinn orðin stæðsti sjóður í eigu stjórnvalda nokkuð staðar í heiminum og mun borga eftirlaun, stóran hluta eftirlauna Norðmanna langt inn í framtíðina. Og hann hefur orðið til á tiltölulega skömmum tíma. Stundum hefur verið því kastað fram að auðæfin sem að liggja í Íslandsmiðum miðað við þann fjölda sem að á Íslandi búsettur kringum 250-300.000 manns og meðan það var sá fjöldi sem bjó hérna. Að þá voru svona sumir kollega mínir að leika sér að því að verðmæti fiskimiðana sem að gefa af sér tekjur á hverju ári inn í framtíðina, þau verðmæti væru jafnvel meiri á mann heldur en olíuauður Norðmanna. En við erum sem sagt að afhenda þetta tiltölulega fámennum hópi. Og við vitum ekki einu sinni hvað við erum að gefa þeim mikið. Nei, einmitt. Og núna erum við kannski bara að gefa líka Norðmönnum þetta. Já, það ef svo má segja. Ekki sjávarauðlindina en þeir eru að koma þarna inn í lagseldinu þar sem eru vissulega að nota þá sem sagt landauðlindir Íslands til að framleiða og þessar auðlindir eru bara til í takmörkuðum mæli og eins og ég sagði, það búið að tæma það sem er til í Færeyjum. Og ég segi nú, það tekur lengri tíma að fylla alla firði á Íslandi af laxeldisnótum eða laxeldiskvíum en það er alveg hægt og við sjáum semst af umfanginu sem að í Noregi að ef að menn fara í einhverja brjálæðislega samkeppni framleiðsluna að þá væri það fljótt að gerast. Já, ég sá tölur hvað frá því fyrra held ég að þá hefði sjókvíeldi 13-faldast frá árinu 2015 hér á landi. Hér á landi, ég trúi því ágætlega. Þannig að það er svakalega hröð þróun. Já, það er mikill hagnaður og þar sem er mikill hagnaður þá verður hröð þróun. Akkurat, einmitt. Heyrðu, já, þetta var flott að fá aðeins innsýn inn í þetta og laxeldið frá þessu sjónarhorni. Við ætlum að halda áfram að ræða laxeldið á morgun. Ég ætla að fá hann Jón Örn Pálsson til mín á morgun og þar sem að við ætlum að skoða aðeins tilraunir með vistvænt fiskeldi eða fjarðabeit í samvinnu við sem hann hefur verið að gera í samvinnu við Hafrannsóknastofnun og við þökkum fyrir okkur á Rauða borðinu í kvöld. Takk fyrir komuna. Takk fyrir það. Verið sæl.